Ég bara nýflutt heim frá Montreal, flutti heim í febrúar og þá heyrði ég á vinkonu mín, Tinna Brá Baldvinsdóttir, var að fara að opna Rím hönnurhús á Laugaveginum og hún var semst með þetta rými í kjallaranum og svona hafði þá hugmyndið að gæti verið kannski sniðugt að vera með gallerí eða eitthvað og spurði mig þá hvort að ég vildi sjá það verkefni og ég bara tók því fagnandi, það var alveg magnað að fá henni tækifæri. Já, ég hafði semst heyrt að væri mikil þörf á sýningarrýmum á Íslandi og það var náttúrulega gott að geta nýtt þetta rými vegna þess að þótt það sé lítið þá er þetta samt gott rými undir sýningar. Þetta munu vera mestu sólósýningar sem að munu standa yfir í cirka 5 vikur. Já, þetta er allt saman sölusýningar líka en samt finnst mér ótrúlega mikilvægt líka að bara gera góða sýningar sem að hafa gott konsept og eru skemmtilega uppsettar. Mér finnst mjög gaman til dæmis þegar listafólk er að vinna með rýmið. Þannig að fer aðeins út frá veggjónum eða út frá gólfinu, þú veist svona vinna með rýmið sem heild. Það er svo mikill kostur að vera hérna í kjallaranum á Rím út af því að það er svo margt fólk sem kemur inn í þessa búð, svona fagurkerar og bara ferðafólk og það náttúrulega er þá þvílíkur straumur niður af fólki sem að væri annars kannski ekkert að fara á sýningu einhvers staðar og svona rambar inn á þetta og bara já, þetta er bara allt í einu ótrúlega fín sýning og skrifar eitthvað skemmtilegt í gestabókina bara og það er líka það sem að gefur svo mikla ánægju, þú veist að einmitt að sem flestir fá að sjá sýningarnar. Það opnaði formlega 19. maí, það var þegar listahátíð stóð yfir og það var Magnús Helgason sem opnaði og hann var einmitt með sýningu á málverkum eða þannig, hann var að vinna á fundin við sem hann hafði sett saman í fleka og málað á og spreyjað og farið með blýanti og bara svona og þar sú sýning hét Guð fær greitt í dollarum. Það var fyrsta sýningin og svo opnaði þessi sýning hans Guðmundar Thoroddsen 5. júlí og svo opnaði næsta sýning á Menningarnótt og það er Jóna Hlíf Halldórsdóttir en annars þá er fullt af spennandi listafólki að fara að sýna hérna. Það var bara endilega að kíkja við í þoku.